Ég sé mann á hesti sem reynir að flýja örlög sín, en þau hafa náð honum. Maðurinn á ekki gott í vændum, hans örlög eru ekki góð. Manninum er, að mínu mati, eðlislegt að forðast og flýja slæma hluti, en það sleppur enginn frá sínum forlögum. Nafnið skuld greip mig. Fyrir mér er sagan sú að þessi örlaga vera hefur náð manni á hestinum á sitt vald og er að segja honum frá skuld hans. Og maðurinn er dauðhræddur yfir því sem hann heyrir. Skuldin ræður yfir manninum. Hann hefur ekkert með örlög sín að gera og er aðeins sagt hver þau verða. Þetta speglar vel þegar stórir atburðir í lífi okkar breyta farvegi þess snögglega og stýra okkur í aðra átt. Skuldin er mikil, hesturinn hefur verið þvingaður niður og óhugnanleg vera hefur náð stjórninni. Maðurinn heldur dauðahaldi í tauminn en hann hefur misst tökin. Annar hefur orðið undir. Hvernig kemst hann undan? Hann verður að borga skuldina. Hönd örlagana grípur í taumana og stöðvar hestinn. Það er mikið líf í myndinni og maður finnur sterklega fyrir því hvernig maðurinn hefur verið stöðvaður snögglega. Knapinn var á fullri ferð þegar skuld stökk á bak hestinum. Stöðvaði hann og hvíslaði í eyra knapans hvað verða skyldi. Skuldin dregur mann að sér. Augnablikið er sem fest hér og þrungið margskonar spennu. Þetta er stopp. Þetta vekur upp í mér ýmsar tilfinningar, dauðleika, hjálparleysi, þar sem það eru bara blekkingar að maður ráði eigin örlögum.